daginn, ertu velkominn. Takk. Hvað heitir þú? Sveinbjörn, Sveinbjörn, heiti ég. Sko, við erum að hittast í fyrsta skipti núna. Ég bara hef séð á TikTok fattur og mér langar bara að fá þig og þú ert Fremsti TikToker landsins. Fremsti TikToker landsins, bara, hvað segir maður, svona vitorðasti. Já, besti hugsjónamaðurinn. Varstu góður í íslensku? Já, ég fekk ekki mjög góðar einkunnir í íslensku. Það er aukaatriði. En ég er mjög góður í stafsetningu og málnotkun. Já. Og líka. Ég trúi því. Hvað ertu gamall? Ég er 19 ára í dag. Ertu 19 ára í dag? Nei, ég er bara daginn. Ég held að þetta er afmæli í dag. Ég er 19 ára. Að nýta afmælistaginn að koma í podcasti mín, það er þetta grjótar. Ég var bara, þetta er afmæli, shit. Ertu á 03, ekki? Jú. Hvað, útskrifaður? Nei, ég útskrifast ekki núna. Ég útskrifast einhvern tímann, setna. Hvaða skólar ert í? Menntaskólanum á Egilsstöðum. Á Egilsstöðum? Já. Býrðu á Egilsstöðum? Ekki núna, en ég... Já, ertu bara í fjarnámi? Já, nú er ég í fjarnámi. Já, kósi. Bara vinna? Já. Hvar vinnur svo allir geta að fara árið þig? Ég vinn núna á Faxaflóahöfnum. Allir að fara á það? Já. Það er endilega heimsækja mig, sko. Það hefur lent í að fólk að koma að segja hæ við? Já. Finnst þér að vandrarlegt þegar þetta bara svona, what's up? Ég segi bara eitthvað, það er ekkert mál, sko. Heyrðu, ég skeit smá. Já. Sástu þegar ég taggaði í Instagram story? Já. Daginn, ég ætla að gera sko questions á fólk. Já. Og ég taggaði þá sem var að koma helgina. Nefn að það var eitthvað galli í sko skjalinu. Þannig að sást ekki nafnið. Já. Og ég gleymdi að posta því aftur, þannig að við erum ekki með neinar Instagram spurningar núna. Okay. Já. En það er aukaatriði. Mér langar að ég þekki ekki neitt. Ég hef bara séð á TikTok. Já. Þannig að mér langar að taka í hraðaspurningar. Hvað? En þú þarft ekkert að stressa þig. Ef þú vilt spjalla á milli þá bara gerur það. Bara fyrsta sem poppar upp í hausina þér. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Buffalo vængir. Buffalo vængir. Buffalo vængir. Það er mjög góður. Dirty Burger Ribs, Buffalo vængir. Það eru alltaf. Sjáttu það á Dirty Burger Ribs. Ég hef aldrei smakað. Það eru góður. Ég er náttúrulega, vinsælasta svar er bara pizza sko. Þetta er ekki pizzamaður. Jú, ég fíla pizza sko, en bara Buffalo vængir á toppnum sko. Þú ert svona skinkugæi á pizzu. Ég set bara pep sko. Ok, það var 50-50 sko. Hvað færður í morgumat? Núna fæ ég mér 2 banana. Ég er alltaf að drífa með á mótana, annars fæ ég mér uppáhaldsmorgumaturinn er alltaf havragrautur. Þú vilja að búa til havragraut? Já. Næsta, kanntu að elda? Já. Hvað kanntu að elda? Nefndu 3. Pasta, kjúkling. Hvernig ætlar alltaf kjúkling? Og lax. Lax. Ertu mikill fiskmanneskja? Ég fíla fisk sko. Borðar fisk í hverju viku? Já. Ég hef ekki borðað fisk bara sem ég veit ekki hvað sko. Það er ofurfæða. Ofurfæða, það er holdt. Hvað er mest pirrandi manneskja sem þú þekkir? Ég þekki enga sko. Þenga vini? Ég elska að elska. Og það er engin manneskja sem að pirra mig svo sko. Ef þú verið dýr, hvaða dýr verður? Górilla. Þetta er mikil górilla inn í þér, eða? Górilur eru bara, þær búla bara eins og ég, skilur. Bara living life? Ég myndi sennilega vera górilla, sko. Ertu með eitthvað secret talent? Nei, ég er eiginlega bara góður í öllu. Það er þetta grjóthart að segja það, sko. Ef þú myndir búa hvað sem er í heiminum, hvar væri það? Íslandi. Ekki neina, þú getur valið hvaða land sem er í heiminum. Íslandi. Ok, þú mátt ekki velja Ísland. Japan. Þeir eru alltaf hreinu. Kanntu eitthvað í Japanu, sko? Nei, ekki. Bara þannig. fyrst sem þetta í hug. Kann að með það. Hvað er uppáhalds sjónvarpsþátturinn? Atlanta. Hefur þú séð þá? Aldrei sjá. Það er
Donald Glover, Childish Gambino leikstýrði þeim Já, og þeir eru mjög góðir, mjög surrealískir og eiginlega á tóknum að leiknum núna sko, þegar season 3 var að koma út. ég þarf að kíkja á þetta. Hvað ertu með marga TikTok followers? 5.000 Í það nákvæmt. og 420. Mjög nálægt þessu. Hvað er það? Það er aðeins meira. 425, Aðeins meira. 437. Aðeins minna. Þetta er ekki það sem ég er góður í að gíska á tölur. 435. Ok. 5.000, já. Má ekki gleyma þessum 5.000 hana. Nei. Ertu með eitthvað skrítið habit? Nei, vanar sko, ég hef verið með vonda vana Já. og það er mikilvægt að reyna að venja sig af þeim Já, og það er bara það sem ég er að vinna í þessa daga. ég drekk alltaf flösku svona á hlið eitthvað. Það er mjög skrítið. Alltaf að gera grína mér af þessu. Þarf að venja mig á. Ég hef ekki séð það áður. Hvað ertu með eitthvað á bucket listaninu? Bara eitthvað sem þú vill gera á hún deyrð? Nei, bara að verða ríkur og frægur sko. Það er ekki bara the move. Jú. Svo tók ég googlaði áðan einhverja spurningar til að spyrja þig. Og því ég veit að þú ert merkur maður og ert góður að svara spurningum. Þannig ég ákvað að finna spurningar sem eru góðar með góðum pælingum. Nú gæðans að velta þeim fyrir mér með þér. Og því ég veit að þú myndir finna eitthvað gott svar við þessu. Þannig að fyrst að þú væri tré. Hvernig tré værirðu? Ég væri svona rauð eik. Rauð eik? Svona, já, mjög hávaxinn og full af visku. Já. Þannig að rauð eik. Það er það sem ég held að það heiti. Rauð eik? Það er svona, ég veit að þessu til svona eitthvað red wood, eitthvað svona mjög stór og mikil. Ég er að googla þetta núna. Þið eru nett. Þetta er að fyrsta sem poppar upp sko. Já, ok, ég er alltaf rugglast að nefnum, en ég væri svona stórt tré. Mikið svona, ef að ég væri í einhver svona fantasíumynd skilja, þá væri ég svona tré sem að myndi færa visku að Ég veit ekki af hverju en ég hugsaði fyrst svona Bang-Simon tré. Bang-Simon tré? Ég veit ekki af hverju. Hvað? Ég veit ekki einu sinni hvað það er. Ok. Það er bara eitthvað sem ég hugsaði. Upp á líf og dauða. Hvort myndirðu berjast við eina önd sem er jafn stór á hestur eða 100 hesta á stærð við önd? Ég held að ég myndi ná báðu, en ég held að vera minna vesen að taka þessa önd sko. Ég held að nei, reyndar að öndin gæti kannski, hún er fljót með gogginn. Endur eru sko, þær eru leiðilegar. Öndin gæti mögulega tekið eitt fljótt og tekið af mér hausinn sko. Já. Þannig ég held ég myndi taka litlu hestina bara og taka af mér vesenið. Bara sparki á. Ímyndur þú myndir búið í Flórida. Og hvernig myndir þú selja heitt kakó þar? Selja heitt kakó þar? Já. Breytum svarinu. Segjum úr það að reyna að selja heitt kakó í Afríku. Já. Ég held ég myndi bara Fara á hausinn? Já, ég myndi bara gefast upp sko. Já. Næsta pæling. Og kíkir inn í kringu á það herbyggi sem við erum í. Hversu margir körfuboltar kæmust í þetta herbyggi? 200. Ég held að segja svona 400 sko. Nú þú pælir í það er svona, það er gat í loftunana, komast miklu meiri þar. Já, við fyrir kannski að fylla það eitthvað ég er að hugsa. Þetta er djúp pæling sko. Ok, við erum alltof furðulegar spurningar. Hvernig myndirðu lýsa gulum lit fyrir blindri mannesku? Og þetta er ekki út á því gulari. Bara svona hvernig bananar eru á bragðið eða eitthvað.
Finnst þið banani smakkast gulur? Já, það er bara svona einn af gulu hlutunum í lífinu mínu, þannig ég kannski tengi gulan við hann. Já, mögulega. Hvað er að fyndnasta sem hefur gerst við nýlega? Fyndnasta. Það var reyndar, það gerist eitt mjög gott daginn. Ég var labbandi heim Já, á æfingu og kemur lítill krakki já, á hjóli. Hann er að hjóla fram hjá mér og hann horfir ekki á mig, hann bara horfir beint áfram og segir ég veit hver þú ert og hjóla síðan fram hjá mér og ekkert meira grípið en ég það, vissi ekki hvað ég átti að segja. Hélst áfram með lífið Ég hélt bara áfram að labba og lífið hefur verið verra síðan. Það ekki? Já. Hann hefur búin að henda þig núna undanfarna vikur. Ég man ég lendi inn í þessu þegar ég var í heitapotti heima á mér og það kom að krakka hjólandi framhjá gangstétnir sem er svona 10 metrum í burtu og sko eitthvað hæjóli þessi ekkert hvað krakkar þetta voru og ég í heitapottinu með eitthvað hæ svo sem við að lappa út með hundi minn þá kemur einhver á hoppjóli og maður fór mynd með þér fyrir utan heima hjá mér það er spes sko þú ert merkur maður þú ert með sterkar skoðanir eða ekki á sumu þú ert mikill fiskmanniska sagðir mér bara fisk, já. Ég hef verið með nokkra mataspurningar fyrir Mhm. og út í það eru sumir rosalega matvondir og sumir eru ekki matvondir þannig að Já. ég ætla að gá hvernig mat þú fílar Ok. og þetta er basically bara já og nei spurningar finnst þér lakkrís góður? Nei. Ógeðslegur Já. Þannig erum við sammála, ég þól ekki lakkrís er einhver lakkrís sem getur borða? Nei, og mér langar ekkert að borða hann. Nei, ég held að það sé bara mjög solid svar Sveppir? Nei, ég veit ekki sveppi. Sammála, við erum mjög líkir matalega fyrir utan fisk Sushi? Já, stundum getur það verið vont með hráa fiskinn, Ég en annars fínt koncept, sko. finn flott koncept sko, eina sushi sem ég get borðað er kjúklingakatsu Já, það er basically sushi fyrir aumingja já, drekka eintómna mjólk já. og mat, Já, bara alla daga ég elska mjólk, sko. Elskar. Það er gott fyrir beinin. gott fyrir beinin, hefur einhvern veginn brotnað það í vinni Já, ég brotnaði bátsbeini sem er hér. bátsbeinið, Bátsbeinið, það er mjög lítið bein, það er lengi að grófa. hvernig gerist það? Ég var í körfubolta og vinir mínir Heikir og Andri þeir voru að reyna að blokka mig sem þeir hafa aldrei náð að gera í lífinu sínu þannig ég veit ekki hvað þeir voru að hugsa og ég datt fram fyrir mig og lendi svona braut bátsbeinið. og bátsbeinið fór í spað Já, æfðirðu körfubolta? ég æfi ennþá körfubolta Býrðu í Grafavogi? Á hverju líminu svo býrðu í Grafavogi? í Garðabæ. Garðabæ, alright Þú varst á Egilsstöðum Já, Hvar er ég? Hérna, dögt súkkulaði já, Finnst þið það gott? ég get það ekki, það er alltaf lagi sann, sko. Já, en þú veist ef þú þurftir að velja Á milli mjólkursúkkulaði og Já, ég myndi ekki fá með mjólkursúkkulaði. ég held að flesti myndi gera það Laukur? Nei, laukur er vesti maturinn. Já, eiginlega saman Hvað færðu þér í bragðaref? Hlukkar einfalt, mér finnst það ekki gott. Ég fæ mér ekki oft bragðaref en mér finnst það ekki gott að setja mikið nammi í hann. Ég set bara Hotlistina? súkkulaði duft eða einhverja súkkulaði sósu eða eitthvað, jarðaber og síðan Rice Krispies fyrir smá svona crunch. Akkur held ég að vera svona kíví gæi Ég elskar kíwi, sko, en ég hef aldrei sett það í bragðaref. Það er auðvitað gott. Ég hef ekki séð neitt maður getur þess að pröfa það einhvern tímann Já. Coco Puffs eða Cheerios? Cheerios, ég er ekki mikill Coco Puffs maður. Ekki Ég þarf mikill. að fá mér súkkulaði morgun gott, sko. Þá venjulegt eða hann í nótt Með Það er Vitos. djúpar spurningar sko Hann er náttúrulega betra á bragði, sko. Já. Ég hef ekki fengið mér það bara, ég veit ekki hvað lengi ég þarf að Nei, gera það það er ekki góð til hjá mér.
Bítur í frostpinna. Nei, ég fæ tannkull mjög letilega. Takk. Og ég get ekki fróspinna heldur. Þeir eru vondir. Já, það er ekki margir góðir núna. Nei. Það var betra að þú varst yngri kannski. Já, Eða var eitthvað á Egilsstöðum. Voru fróspinnar á Egilsstöðum? Já. Já, stundum. Hvað búa margir á Egilsstöðum? Það er upp í 3000 held ég. Ég hef farið einu sinni á Egilsstaði. Já. Ég man ekki eftir mikið eftir því en Gerðu eitthvað ég var á, skemmtilegt, hvað er svo gamall? ég var á landsmóti Samfjars Já. í 10. bekk. Það var áhugavert koncept. Vorum í einhvern skóla hana. Man ekki eftir mikið eftir þessu. Það er örugglega bara fyrir bestu. Nei, Það var keira þvert yfir landi á Egilsstaði. þetta er amazing town sko, þetta er að kíkja eftir. Sko árinu eftir var þetta, þú veist, haldið í Grafavogi eða eitthvað. Hvað gæti ég verið þá bara? Þegar þú ert í veislum eins og, þú veist, fermingum með ammali eða eitthvað, Já, það var oftast heitiréttir. já, Hvernig finnst þið þeir? heitir réttir. Þetta er besta orðið sem ég fann yfir það. Hvað, er þetta einhver sérstakur réttur? Ég veit það ekki. Þetta er bara kallað heitiréttir. Ok, ég er að googla hérna. Sýna með mynda að segja eitthvað Heitiréttir. Ok, það er fyrsta sem poppar upp í saumaklúbbin. Þetta er ekki það. Heitirréttir. Ok, það er bara ekkert. Hérna, þetta er svona brauðréttir. Já, ég veit ekki, langt sinni farið í fermingu eða afmæli, já, það sem þetta er í búið sko. Ég myndi verið að smakka það ef ég myndi sjá það núna, Já. sko. Ekki mikið að gerast á Egilsstöðum. Jú, veist, ég veit það ekki maður, ég hef ekki séð hann rétt í langan tíma allavega, ég myndi smakka hann ef ég myndi sjá hann. Hvernig fluttirðu í bæinn? Jólin. Bara jólinn? Já. Búin við Egilsstöðum alla í næfi? Síðan ég var í fyrsta bekk, annars átti ég heima hérna í Fossvoginum. Þekki ekkert Fossvogin sko. Það er eitthvað sæðana bara í Reykjavík. Ég veit ekkert um það heldur hérna. Já. Hvort myndirðu frekar gott veru í Íslandi? Hvort myndirðu velja það eða gott veru í útlöndum? Þetta er mjög illa skrifið spurning sko. Gott veður á Íslandi, gott veður, Það er reyjar. eins og sumarið á Egilsstöðum í fyrra. Ef það væri Alltaf sól þar sko. alltaf, ég var reyndar meiri hlutum af sumrinu hér en ef það væri alltaf eins og á Egilsstöðum í fyrra þá væri ég mjög sáttur sko. Ég meina sko bara einn geggjaður sumardagur í Íslandi er betri en vika á Spáni. Já. 20 gráður hér eins og 40 gráður úti. Hvenær byrjar að hlusta á jólalög? Ég gæti alveg stilt að jólalag. Ég elska jólalag, þau eru mjög djössuð og Góðar pælingar inn í þeim. góða pælingar, en ég elska jólin líka bara yfir höfuð, þannig að það er best að spara þau sko. Vil alveg hlusta á þau en ég bara svona hem mig. Ertu bara svona Ertu mikið jólabarn? Já, ég elska jólin sko. Já. Þannig að þú ert byrjað að hlusta á jólalög í nóvember. Kannski. Desember. Já, algjörlega sko. Já. Ég er ekki með fleiri spurningar hérna. Ertu með eitthvað? Hvar er þetta? Ok, það er ekki í þessu skjali. Lokum bara þessu. Þú býrð á Egilsstöðum. Já. Mér langar ef þú ættir að lýsa þessum bæ í 3 orðum. Ég myndi segja fallegur bær, frábært fólk og sveimbygg. Heldur að einn daginn verður reist stytta á þér hana? Mér finnst ég vera orðin það mikill hluti af þessum bæ sko. Náttúrulega ég á eftir að verða mun frægari og ríkari í nærri framtíð. Þannig, já. Hvernig frægur ætlar að vera? Bara alls konar frægur sko. Bara all múlik mann. Já, ég er margra þjála smiður sko. TikTok stjarna. Já. Ætlar að vera
Ég sé þið fyrir mér í útvarpinu. Herði, ég sendi nokkra pósta daginn Ok. á mismunandi útvarpsstöðar Mhm. og það er orðið meira en vika síðan Ekkert svar. og jú, K100 sendi eitthvað á með eitthvað er alltaf að heyra í dagskrástjóra sínum en þú veist þetta er eitthvað eðli fólk sko sem er ekki að hleypa svimbi í útvarpið sko. Þetta væri metnafyllsti Útvarpsmaður landsins. útvarpsþáttur nokkra tíma á Íslandi og alls staðar örugglega stóri þátturinn með Sveinbjörg Það er enda og rosalega þáttur. ég skil ekki af hverju enginn er búin að býta á sko. Ef einhver útvarpsþáttur, einhver útvarpsstöð er að hlusta á þetta, þá er hann að býja eftir svari. Já, takk, heyrið í Big. Það er sko, við erum alltaf langað að vera í útvarpinu. Já. Þetta er svona næsti að vera með podcast. Þetta er skemmtilegt shit. Ég man ég fór einhvern tímann til Gústa á FM. Já. Verður þú farið til hans á FM? Nei. Þú ert að fara að kíkja til hans á FM. Hvað sagðir þið? Þú ert að fara að kíkja til hans á FM. Kíkja til Gústa á FM? Já. Já, Gústi, þú kalla bara og ég... Gústi sendi á Sveinbjörg að koma í stuttviðtal. Já. Sko, ég man, það var einhvern tímann sem við vorum upp á RÚF saman, ég og Gústi. Og hann glemdi jakkanum sinum í bílnum mínum. Og ég var að fara til útlanda, ég þarf að skutla jakkanum. Já, ég er í útvarpinu, ok. Ég ætlaði bara að fara með jakkan, ég var ekki enn fyrir útvarpi, það var í drein útvarpi. Og mjög vandræðalegar 5 mínútur en skemmtilegar. Þetta er öðruvísi. Það mæti í útvarpið? Já. Já. Þetta væri öðruvísi í stóra þættinum sko. Ég mætti einu svona á K100 sko 2018 langar mér að segja. Með 2 öðrum. Ég man ekki mikið eftir því. Hvað varst það? Tala um það? Ég var bara ekki að tala um neitt sérstakt. Það var bara einn vinn, bara ég er frá K100 og vill koma og ég eitthvað, ok. Þetta var áhugaverð sko. En ég hlakka til þegar þú kemur þinn útvarpsþátt. Já. Svo sjónvarpsþáttur eða? Ég væri mjög góð að sjónvarpsþætti líka. Mér er alltaf náttúrulega að vera einhver host, einhver þáttastjörnandi. Í einhverjum svona raunveruleika þætti. Raunveruleika þætti eða svona talkshow? Nei, ég myndi koma með eitthvað gott koncept sko. Það er eitthvað að brugga en þið verður bara að sjá sko. Það er allt coming soon sko. Ef þú væri með, segjum orð núna orðin 70 búin að meika allt í lífinu, það var að búið til bíómynd þig. Það mætti velja hvert sem er til að leika þig. Hver væri það? Góð spurning sko. Það er einhvern veginn pælt í þessu. Ungur. Þá myndi ég taka Robert Pattinson sko. Hann er at the top of his game akkurat núna sko. Hann er kannski ekki það ungur lengur en hann myndi pulla það sko. Til að googla hvað hann er gamall núna bara síðan, þú veist, eldri myndi ég taka Brad Pitt og síðan loksins Harrison Ford, kannski Harrison Ford bara sem gamlan. Robert Pattinson, viltu gíska hvað hann er gamall? 32. 36 ára. Þetta er hann gamall maður. Brad Pitt, veistu hvað hann er orðinn gamall? Hann er eldgamall maður, 40, 30. Hann er 58. Þetta er hann gamall maður. Hann er orðinn eldgamall. Hann myndi leika gamlan Sveinbjörg. Og hvert segir það seinasti væri? Segði Harrison Ford en kannski þyrsti hann ekki ef að Brad Pitt er hann svona eldgamall. Harrison Ford er orðinn 80 ára. Finnur ekki eldra krúll að leika í. Ég sá Robert Pattinson í The Lighthouse. Ég hef ekki séð þetta á mynd. Það er mjög góð mynd. Er ekki Robert Pattinson tengi mjög mikið við hann í henni. Er ekki Robert Pattinson hann að nýji Batman? Jú, ég er ekki búinn að sjá Batman reyndar. Þetta er mikil svona overheitju mynda. Ég veit bara strax að hann er bókstaflega ég í myndinni. Já. Þannig Verður þú íslenski Batman einhvern veginn? Ef að ég væri Superman ef ég væri overheitja. Það ætti að gera svona íslenskar overheitju myndir. Já, ég veit ekki hvernig það myndi vera. Þetta hljóma mjög skringilega svona þegar maður segir það. En fattur bara svona þannig stæl myndir.
á íslensku, það er örugglega hræðilegt. Myndi örugglega fá 1 í einhvern, Ég myndi púla það, sko. en það væri fucking fyndið, sko. Ég segi að það verður gert eitthvað svona Marvel, DC, whatever, eitthvað svona. Já, gott þessi bara í verk. Þú verður þá Superman. Ég myndi vera Superman. Hver myndirðu á eftir að kasta bara Íslendingi í þetta? Þú mátt ráða. Hver verður Batman? Íslenski Batman. Batman, ég veit ekki hvað allt þetta liðir að eldast, sko. Ég náttúrulega þekki enga íslenska leikara. Nei, ég veit bara það henda Þorstein Bachmann í Batman bara. Bachmann í Batman. Bachmann í Batman. Það er rosalega hart, sko. Mér langar einhvern tímann bara að pröfa að senda á hann. Væri til að leika Batman í bíómyndinni. Hvað myndi segja? Já. Myndu öflust ekki svara mér en Nei, gott að pröfa. Já. Þú ættir að gera það, sko. Já. En ég er ennþá að hugsa með þetta útvarpsþáttinn, sko. Stóri þátturinn. Ég sé það fyrir mér. Þetta væri, þú sér það samt ekki fyrir þér. Nei. Þetta verður ólíkt öllu sem að allir hafa heyrt. Tísa smá. Eins og sé búið að ákveða bara þetta verður á alla föstudaga frá 4 til 6. Það var eiginlega ákveðið, sko. Ég skil ekki okkur, er ekki búin að heyra í mér þessar útvarpsstöðvar, sko. Varst þú bara búin að ákveða fyrirfram? Já. En já, það myndi vera alls konar góði liðir í stóra þættinu, sko. Stóra áskorunin, stóra spurningin, Sveinbygg fréttir. Þetta væri bara sennilega besti útvarpsþáttur allra tíma. Þannig að þegar útvarpsþátturinn verður komin í loftið þá er ég basically fyrsta manneskjan sem er búin að fá að heyra því. Já. Segjum það. Já. Ég er að pæla að senda líka K100 að búa til útvarpsþátt. Bara gá hvort þið svari mér eða ekki. Já, þetta er eðlu fólk, sko, sem er að stjórna sig greinilega, þannig að ég... Og svo ef þið svara mér og segir djóki eða Sveinbygg komst í sambandi við ykkur núna. Það er ógst, reyna að plugga ykkur þætti, sko. Ég væri number one listener, sko. Sveinbygg í útvarpi. Ég ætla að byrja að hreyfingu til þess að fá þetta. Byrja mótmæli. Láta alltaf koma fyrir utan Alþingi að hvart ef að þú ert ekki komin í útvarpi. Gera eitthvað gutt sér TikTok það. Láta alla samþykja. Já, ég byrja bara eitthvað petition eða eitthvað. Þetta gerist á endanum. Nei, samt ekki. Kannski ef ég verð nógu ríkur að fara yfir þá þarf ég kannski ekki að vera með útvarpsþátt, þannig að, þú veist, útvarpsstöðvar þið þurfa að drífa ykkur, sko. Áður en það verður of seint. Já. Ég man, sko, það var einhver sem sagði mér að TikTokin, þau eru náttúrulega í örbylgjugæðum. Þau voru það. Þau voru það. Það var einhver sem sagði mér að þú tókst viljandi gamlan síma. Hver er, þú veist... Sími minn, það er ekki satt. Sími minn var brotinn. Mér langar ekki að henda Sugga undir rútuna, en mér minnir að það var hann sem sagði það. Suggi, ég bara hef ekki hitt hann í lífinu mínu. Þá var það ekki hann, sko. Það var pottið einhver annar. Sími minn var brotinn. Suggi alveg státur núna brjálaður. Þannig ég þurfti að vera með Samsung J5 síman í alveg langan tíma. Þá getur ég lagaði bara síma minn, en í örbylgjugæðin voru alveg... Þeir voru alveg stíll, sko. Ég gæti alveg greipið í síman aftur, sko. Já, ég sé. Getur þú gert það í næsta TikToki, bara fyrir mig? Já, kannski. Sjáum til. Ég meina, ég elska TikToks með svona stíl og svona metnaðarfull. Já. Fattar þau? Þetta er eins og, það er stílinn eins og þessi, ég veit ekki hvað ég kalla þetta örbylgjustíl. Fattar þau mig? Það passar alveg, sko. Það var, já. Þetta er skemmtilegt. Klukkan er, þau erum að taka þetta upp núna, klukkan er 12:41 á sunnudegi. Já. Hvernig vaknaðu? Ég vaknaði 11 bara, góðu chili, sko. Í Garðabænum. Garðabænum bara, einn heima. 200 milljóna mansion. Já, bara ég, sko.
bara einn í mennskunni. Nennir að segja mér, ok, segjum að það er miðvikudagur. Já, Segjum mér bara hvernig dagurinn er. vakna, mæti í vinnuna, mæti heim, tek lúr, Fyrir að sofa. fyrir kannski körfubolta, ræktina eða eitthvað, fyrir að sofa. Mjög góð dagur. Uh, Hvenær áttur ammali? um, 31. maí. Já, ég var að horfa á kalendar í eitthvað, það er ekki 31 dagur í maður til júní. Þú sagðir daginn, ég átti ammali bara í dag. Já, En það er daginn. Daginn hjá mér eru svona 2 ár. Ég get sagt sko, ég var þarna daginn og eitthvað, já, hvernig var það? 2020. já, Það bara brjósik. það er gulrót, Það bara gulrót. það er ofurfæða. Komstu með það í næsti? Ég hef nokkra gulrætur, viltu það? Nei, takk ég er góður. Ég er ekki gulrótakall, sko. Þú ættir að vera það. Mjög gott sko, í staðan fyrir að þú veist fæði snakk eða eitthvað. Grípa bara inn okkar baby carrots, byrja að háma það í því sko. Þetta hundur minn elskar gulrætur. Ég ætti kannski að fara að gera það. Ertu með eitthvað skemmtileg lokaorð? Einhver vit orð? Ég er kannski með ljóð. Já, þú mátt segja ljóð. Ég er að byrja sko að vera með ljóð er mjög góð leið til þess að segja það sem þetta meina sko. Mér finnst að allir ætti að vera með ljóð fyrir mismunandi tilefni, skiljur. Sama hvaða gang lífsins þú tekur, skiljur. Ef einhver handrukkari kæmi að mér og segja eitthvað, ég ætla að berja þig í klessu, þú veist, það er mér alveg sama, skiljur. En ef hann myndi koma með bara vel skrifa ljóð hvernig hann ætlaði að lemja mig og eitthvað, þá myndi ég alltaf kúka á mig. Bara já, please, lemdu mig. Þannig að hér er ljóð þetta er bara hvað random ljóð sko. Þetta er hvernig þú ættir að taka bláu pilluna. Ok. Það er, þú veist, það er hefur þessi Matrix eða? Ég hef ekki séð Matrix. Allavega þeir sem hafa séð að það er langmest redd pill hluturinn til þess að gera er að taka bláu pilluna. En þetta hljóma svona, skilur við. Mörgum er drjúgur móðurinn, mösteri hugans er blessun, og þeim sem þvorinn í gróðurinn þarnast svo vitin sín messuð. Skilur við? Já. Mér finnst það, ætlar að hafa ljóðabók einhvern tímann. Ég gæti gert ljóðabók sko, en það er mest nettar að bara vera með ljóð sem hægt er að grípa í, skilur við. Hvað ertu búin að gera mörg ljóð yfir bara lífsleiðina? Ég veit það ekki. Ég er ekkert svo mörg, en ég held að ég sé strax besti ljóðsmiður nokkra tíma. Já. Ég get trúið því. Það var vel skrifað. Takk. Viltu segja bye við mynda Elna? Bless Sveinbygg family. Bless Sveinbygg family. Sé ykkur í útvarpinu. Við sjáumst á K100 í stóra Sveinbygg þættinum. Stóra þáttinum. Stóra þættinum með Sveinbygg. Takk fyrir að hlusta. Góðan dag. Bye. Bye.